Hvað svona fyrst og fremst bilaði hjá okkur? Við áttum í tölulegum erfiðleikum með að skora bara, sérstaklega lengum köflum við seinni hálfleik. Jú, ákveðnu köfli fyrri hálfleik líka. Fundum ekki leiðir fram hjá þeim og gerði þetta bara svolítið erfitt. Þið bakverðirnir hérna, þeir komu mjög hátt, var það eitthvað sem kom óvart? Nei, það gerði það nú ekki sko, okkur tókst illa að leysa það. En mér fannst við samt sko, við byrjuðum að leik frábærlega og mér fannst við svona vera að ná að leysa þeirra leik en þær eru náttúrulega bara feikisterkar. Við skulum bara horfa á það þannig líka, þær eru bara djöfullega öflugar. Og það er svona eins og þú segir, hvað er fyrst og fremst sóknarleikurinn sem svona fer með þetta? Já, við svona kannski erum að brasa þar og fyrir mikil ork í hann og við fáum á okkur svolítið auðvöldum mörkum í bakið þar sem við erum kannski að neyðast, að fara í einhver neyðarskot eða einhver neyðarfæri og það gerði það svo derrift fyrir, það gerði hverju derrift fyrir. Það er kannski, reynslu leysi líka að standa í þessum sporum? Já, alveg örugglega það. En við verðum líka bara að gera ykkur grein fyrir því. Við erum á svona okkar fyrsta Evrópumóti í ansi langan tíma, 12 ár og erum að spila við eitt af 6 bestu liðum heims. Þannig að við verðum að horfa á það líka. Þú veist, það er bara töluvert í þessi lið og við höfum ekkert verið einhvern feluleik með það, við vitum það alveg og við séum virkilega sátt við margt sem við gerðum á þessu móti. Leikurinn á móti Hollandi var mjög góður og svo nú okkur fyrsta sigur þegar við spilum í Úkraínu þá er bara svolítið í þessi lið en það. Það er að minnsta kosti þegar verið að spila upp á allt og ekkert. Já, ég meina nú erum við hér í úrslitaleik, við erum okkar fyrsta EM í 12 ár og við erum að spila þetta úrslitaleik og við munum fá helling út úr þessu. Þurfum náttúrulega bara svolítið að læra hratt og reyna að nálgast þessi lið sem eru allir ofan okkur og ég er alveg sannfærður það, þú veist, þegar við setjum staðins niður í kvöld og morgun og næstu daga þá tökum við mjög margt gott úr þessu móti.